Þá það 5. dagskrárliður skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var aukafundur í bæjarstjórn í síðustu viku en þá slepptum við skýrslu bæjarstjóra. En síðasti almenni bæjarstjórnarfundur var 1. nóvember síðastliðinn. Það svona nokkur atriði sem ég ætla að hlaupa á. Fyrst þetta flest mál sem tengjast stjórnsýslubreytingum og vinnu vegna þeirra. Við höfum verið núna í síðustu og þessari viku í ráðningaviðtölum, ég og bæjarfulltrúarnir Matthías og Sóley ásamt ráðgjafa frá Capacent. Viðtölum ganga ágætlega, við lukum viðtölum núna rétt fyrir bæjarstjórnarfund, síðustu viðtölum og erum að vinna og munum vinna í framhaldinu úr gögnum. Það ekki útilokað að það verði frekari viðtöl við umsækjendur en það verður bara að koma í ljós. Við erum að vinna úr gögnum. Vinna gengur ágætlega allavega. Við erum búin að eiga fundi með starfsfólki á húsnæðisskrifstofur okkar vegna breytinga, bæði vegna þess að þær eru verkefni sem að breytast, að flytjast frá okkur til ríkisins og svo vegna stjórnsýslubreytingar það flutning húsnæðisskrifstofuna frá fjársýslunni að fjármáladeildinni yfir á fjölskyldudeild eða frá með áramótum yfir á fjölskyldusvið og síðan fundi sem við höfum átt með stjórnendum vegna færslu á sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla frá fjölskyldudeild yfir á fræðslusvið. Síðan hefur verið að funda aðeins vegna málefna öldrunarheimilana líka. Það snýst meðal annars af stjórnsýslubreytingum en ekki síður út af samningum við ríkið, út af hjúkrunarheimilum og lífeyrisskuldbindingum. Innleiðingarhópar hafa farið af stað varðandi stjórnsýslubreytingarnar, bæði á umhverfis- og mannvirkjasviði, samfélagssviði, stjórnsýslusviði og fjársýslusviði. Og við óskum eftir að fá fulltrúa frá þeim deildum sem það sem verður samrunni og vinnan farin í gang. Það bara svona gott að upplýsa það. Ég merkti þetta hjá mér að ég átti eitt fund með forstöðumanni íþróttamála vegna útlýsingar Hlíðarfjalls. Við erum aðeins búin að vera funda út af því og meðan hans með atvinnuþróunarfélaginu. En það mál ennþá í ákveðnu ferli, ákveðnu vinslu. Ég átti líka fund með framkvæmdastjóra atvinnuþróunarfélagsins og hafnarstjóra vegna Disnes og vorum að taka aðeins svona dusta ríki af gömlum hugmyndum bara varðandi Disnes og það eru mál sem við þurfum að taka upp hér bæði bæjarstjórn og vettvangi bæjarráðs með framhaldi á því verkefni. Og síðan höfum við bara verið að fá líka heimsóknir, sendiherra Bandaríkjanna koma hérna í síðustu viku. Það var bara gaman og athyglisvert að fá hann í heimsókn hérna stutt eftir 2 dögum eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Og svo var hér haldinn fundur Reykjavíkurflugvöll síðastliðinn fimmtudag, opinn fundur, það sem borgarstjóri kom og fulltrúar frá Ísafía. Og undirritað var þar með framsögu líka, fínar umræður og fyrirspurnir sem komu utan á sal. Og síðan eitt sem ég langar að minnast á hérna, bara svona til áminningar, bæði fyrir bæjarfulltrúa og aðra, að næsti kontaktmannafundur, sem fundur framkvæmdastjóra vinabæja okkar og pólitíkusa sem sagt haldinn á Akureyri á næsta ári. Það þarf að hefja strax undirbúninga að þeim fundi. Og svo ætla bara að minna á eitt sem bara segja reynda frá einu réttara sagt vegna þess að hér fyrir síðasta bæjarstjórnarfund, aukafund í bæjarstjórn, þá afhentu kennarar undirskriftalista vegna óánægju sinni með kjör og í rauninni kom þar meðal hans fram óánægja með framkvæmd á svokallari vinnustund sem er
einfaldast sebrafröð sem stimpilklukka og utanumhald viðveru starfsmanna bæjarins. En þar var óskað eftir frekari fundi með yfirstjórn bæjarins vegna framkvæmda á vinnustund og sá fundur verður haldinn á morgun. Hann bara til upplýsingar, hann verður haldinn með skólastjórnendum og trúnaðarmönnum og ég mun sitja hann að fund og formað bæjarráðs. Annað var hann ekki, ég held ég að mér tekist að lengja fundunum minnst 100%. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundagerðum sem eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 3. og 10. nóvember, bæjarráð 3. og 10. nóvember, framkvæmdaráð 1. nóvember, íþróttaráð 3. nóvember, skipulagsnefnd 9. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 27. október og 3. nóvember, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 1. nóvember, umhverfisnefnd 8. nóvember og velferðarráð 2. nóvember. Hægt að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu bæjarins. Þá segir fundi slitið klukkan 16:10.